Það ennþá janúar. Já, það ennþá janúar. Still going strong. Janúar frábær. Hann frábær. Já, hann frábær. Ég alveg að fíla. Finnst hann að líða hratt? Nei. En samt alveg góðan hátt. Ég alveg til í slow time og ekkert að flýta okkur og bara hafa það næs. Ég er sammála. Það er ekki. Jú, hann svona cozy. Já. Cozy á saman tíma og maður bara svona eitthvað vinn í markmiðunum sínum og eitthvað. Mér finnst þessu 100 ár síðan, þú veist, 1. janúar var, skilur við bara áramótin. Já. En samt einhvern veginn, hvað mánuð það er? Það er 20. annars. Já, en samt alveg vika eftir. Já. Rúmlega. Þú ert að fara út í næstu viku? Já, ég er að fara út í næstu viku. Oh my god, I miss you so much. Ég vil það spennt, já. Það verður skrítið að fara til New York án þín. Já, það verður skrítið, sko. Það verður skrítið fyrir mig að sjá þig þar. Já. En ég ætla að fara í Pandora fyrir okkur. Oh my god, já, geðveikt. Ég var að googla. Þú verður að gera það. Já, af því við náttúrulega vorum ekki konum með arbondið okkar þá og okkur vantar New York Charm. Já. Það er örugglega kannski langt okkur til að fyrir næst saman til New York. Frelsistittan eða eitthvað svona cap. Nei, það er eitthvað sko, það er svona mörgum saman. Epli cap og eitthvað. Það verður eiginlega að velja sko. Það er cute. Já, sko, maður sjá. Frelsistittan er kannski ómikið eins og F-filtrinn. Svona íland. Já, hann er líka ekki grænn held ég. Við þau, ætla að googla hérna Pandora Charms. Grænn? Frelsistittan er græn. Já, en þú veist, nei, hún er charmið ekki græn. Jú, það er eitthvað charm sem er græn. Ok, ég er ekki alveg. That's not my vibe. Nei, það er ekki, sko. Því að okkar er svo bleikt og sætt. Já. Þannig að þú veist, þau þurfum eitthvað. Mér finnst nefnilega, sko, sjöðu, hérna. Taxi-cab er svo sætt, en það passar ekki varbandu okkar. Nei, það er bara snöggult. En það er að þú fá bara eina frelsistittu. Og svo þetta er Times Square. Ég er nefnilega ekki fan Times Square. Nei, við vorum ekki þar. Ég nenni ekki að fá, þess að þið minnst þess að flott hana, skilu. Þannig að já, ég veit ekki alveg hvað það fá okkur. Kannski bara frelsistittuna. Já, kannski. Hún er bara svona sillitu. Þú ferð og sérð. Ok, þú sér hvað er hana. Kannski eða til þessi hérna. NYC. Hjarta og lítið epli með. Það could be cute. Það er alveg sætt. Mér langar sann svo í hann cap. Já, hann er þetta svona skular þarna. Já, New York, já, epli og eitthvað. Já. Ok, þú sér. Ég facetimaði bara þegar ég fer í Pandora. 100%. Ok, spennt. Já, þú þarft að ná í alls konar hluti fyrir okkur. Ég veit það. Bandarísk goods. American goods. Við vilja fara bara að vinna í því hvað okkur vantar, sko. Já, því við erum alltaf búin að vera eitthvað svona, geymum það, núna þarf að fara að gerast, sko. Já, og þetta er næstu viku. Trúi ekki. Já, við erum með eitthvað good tips. Ég man að fólk sendi mjög mikið þegar við vorum í Target, þannig að þá settum við inn spurningabóks á Instagram okkar, bara hvað kaupið alltaf í Target og að gekk gaman. Já, við vorum að checka aftur því. Ná, allt sem þið sögðu, já. Það er skemmtilegt. Það var alls konar sem við pröfuðum það, en eða ekki? Jú. Og líka bara svona alls konar hluti sem maður vantar meira af, eins og hann pennin, hann laundry pennin og eitthvað. Já, ertu búin að duglega nota hann? Já. Ekki ég nefnilega. Það var alltaf í veskinu mínu. Já, þannig að hafa hann. Því ég er algjör suppa. Já, ég þarf að hafa hann, sko. Já, það er líka því með barn og eitthvað. Já, einmitt, þetta var ennþá meira næs líka, einmitt, að muna vera með þetta þeim emblu ekstra í barnamálum og eitthvað. Já. Ég keypti líka óléttu prófin mín þar. Já. Þau koma góðum notum. Stuttu seinna. Nei, bara svona hacks að kaupa óléttu próf í útlöndum. Já. Að þú þarft ekki að fara í apótek þar sem þú getur bara rekist á frængu eða frænda eitthvað, skilur. Líka sko bara fyrir vinkonunnar. Þú veist, skilur bara eiga heima. Þú veist að þetta er saman þótt þú sért zero þektur eða eitthvað þektur. Þetta er alltaf eitthvað vandræðalegt. Þetta er alveg svona að kaupa smokka eitthvað. Það er alltaf vandræðalegt. Það er eiginlega minna vandræðalegt að smokka. Það er minna vandræðalegt. Það hittir svona, þetta er geða mikið secret þá, skilur. Já. Þannig að ég held að, kaupi smokkana ykkar og óléttuprófin í útlöndum. Já, sniðið, sko. Það er mjög sniðið, þú kemur við fulla töska smokkum og óléttuprófin, bara svona, hvað ert þú að fara að gera? Já, megar hinga þess. Hvað er planið á þér? En já, en jú, ég er mjög spennt fyrir að þú sért úti. Af því að ég veit að ég græði á því. Þú munt græði, 100%. Þannig að þessna er ég spennt, annars var ég bara mjög leið. Já. Líka þetta er bara svona, við erum bara, ég er frá með bensasas, við erum bara tvö bara svona kósí, þannig ég get svona, bara gert allt sem við þurfum að ég geri. Já. Það er engin plön, þannig séð. Já, einmitt. Það er svo kósí. Bæði komin alltaf New York og það er ekkert eitthvað, eða eru með tips bæði, hvað ég fokkar með að gera.
Af því að, þú veist, mér langar bara píldas allan daginn, hún langar það ekki. Nei. Hann bara, þú veist, halló, bara kemur með, þetta klukkutími. Já. Bæði við, það má fara píldas og ólétt. Já, herðu. Alveg rétt. Já, við ætlum bara að taka það fram. Já, það var eitthvað sem sagði við okkur að það mætti ekki, af því að það var eitthvað sem við þekktum sem var rekinu svona úr tíma bara í Bretlandi eða eitthvað. Já, í London eða eitthvað, já. Og það bara mátti alls ekki vera óléttur, en það má víst. Það má víst, já. Og við ætlum bara að leiðrétta því ég sagðist að það mætti ekki. Já. Það má víst alveg, sko. Já. Og maður sér alveg fullt að gælum á TikTok eitthvað vera að því, þannig að þú veist... Þú ert allavega vanur pílates, skilur. Ég held að sé alveg það að því að þú veist, eins og ljósmár mínu tala bara svona, þú veist, þegar ég var að spyrja, má ég vera ekki þetta, og hún bara, þú mátt gera, þú veist, þetta er náttúrulega mjög misjafnt eftir ljósmárum og hvernig manneskja, ég veit ekki, ég skilji, en hún alveg, þú mátt gera allt sem þú ert vön að gera. Ég myndi bara aldrei mæla með að þú myndi byrja okkur í 9. Nei, ég myndi líka bara að þú kannt ekki á eins og reformer pílates, eins og í World-class, núna komið, loksins. Já. Þá getur bara hættilegt á dettir, skilur. Algjörlega. Þannig að, já, bara, ég held að maður eigi bara ekki byrja inn einu 9. Já, allan að það er það sem ég hef heyrt. Þú ert vanur pílates, þá mætti bara að halda áfram til, þú veist, svo lengi sem maður líka með í leifir, skilur. Allan ekki bannað. Nei. Það er ekki bannað hjá World-class og það er bara gott að vera búin að clarify that. Já. Það var misinformation, en það bannaði kannski ekki stær í Bretlandi. Já, þannig að það er að fara ekki stær í útlöndum pílates. Já. Það kannski þurfa að tjekka á því. Já, skoða bara hver stúdíó fyrir sig, hvernig það virkar, sko. Herru, ætlum að fá okkur hérna blöndu. Herru, já, blanda núna. Blanda, mér fannst það svolítið skemmtilegt. Já. Ætlum að taka hérna Happy Hydrate, Peach Crush og Pina Colada. Ég hef heyrt hérna fólk vera að blanda þessu saman. Ég er ekki búin að prófa þetta. Ég hef bara heyrt í rauninni Aron gera það, en þú veist, það er sko alveg heilag rútina hjá mér þessu dagana að síðan pítsu kom að fá mér pítsu. Ég veist, ég búi heima og ég er bara í fílu, sko. Ég á ekki neitt happy heima. Ekki neitt? Nei. Akkur kaupir þér ekki? Ha? Bara. Og því áöfur skrifstofi það bara mjög að taka. Ég var ókslega til að skrá mig í svona áskrift. Já, það er rosalega sniðið. Veistu það, ég var til að skrá mig áskrift fyrir allt í fokkin lífinu. Já. Veistu það, þetta er bara, ég var til að skrá mig áskrift bara með klóspapír, með, Sendit. Hvað sendit? Já. Hvað það? Sendit klóspapír. Já, hvað það segja? Já, helst svoleið, sko, hann er að sendit. Nei, en þú veist, veistu hvað, ég var bara að stytta með lífið, bara, ok, ég var Stytta þér lífið? Lengi lífið minni. Viltu stytta þér lífið? Stytta með stundir. Að vera með áskrift að happy. Það væri geðveikt. Þá líka, þú veist, þá lendir maður aldrei í því að eiga það ekki. Veit á, það sem við talum. Mér er bara svo satisfying að kaupa mér það út í búð. Það er satisfying. Mér líður svo healthy. Og þetta er líka bara svo flottar umbúðir, svona, fá mér happy. Já. En ég þarf bara klálega að kaupa mér, sko. Já. Ég tók alveg eftir í einhverjum þætti daginn. Já. Eða nokkur þáttur. Síðan við fengum þess að hellis brúsa sem geggjaðir. Já. Happy Hydrate brúsan og gleri. Helvitis. Já, en ég er alltaf með þá í hendur eitthvað. Ég bara... Þá getum við alltaf gert klippur af þessu núna. Ég er bara að flippa flöskur allt. Óþolandi. En þetta er best, en bara ekki með flóara að setja brúsa og hrista, sko. Já, en það er eitthvað við þetta gler. Þetta er sexy, sko. Já. Við þurfum bara, eina sem við þurftum til að svona make it the perfect er að minna klakabox. Já. Til þess að geta klaka líka þetta núni. Það væri geðveikt. Það væri geðveikt. Svona, þú veist, mini klaka. Já, ég kaupa klakavél. Box. Klakabox. Nennum við að gera þannig klaka? Þurfum við ekki bara klakavél líka? Jú, þurfum bara klakavél. Já. Oh my god, svona crushed ice eitthvað. Taste test. Þetta er skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. Vá, hvað þetta er gaman. Ég veit ekki hvort bragðið ég finn meira af. Ég finn eiginlega meira pina colada bragð. Ég líka. Ég finn meira pina colada. Það er svona meira yfirgnæðið þetta kannski. Já, en það er samt að það er svona sætara. Það er ekki jafn svona Anvasi. Já. Já. Það er svona meira delicious. Já, þetta er mjög gott. Ég ætla að reyna að gera mitt besta að láta brúsan í friði nema því að ég fæ mér sopa. Reyndu. I will try. Mannar mig. En heyrðu, það er bóndadagurinn coming up. Bóndadagurinn? Já. Það sem við hugsim bóndan okkar. Þetta er alltaf svo, við vorum aðeins að ræða. Akkur heitir þetta bóndadagur? Akkur heitir þetta ekki bara kalladagur? Það var rellnafn. Kannski var það ástæðan. Kannski það var bóndadagur flott. Það gera svona aðeins fyrir að krútlega. Það er... Kalladagur, þá væri bara allir kallanir bara... Við höfum 100% googlað eitt um hann áður. Af því það er ekki... Hvað er kvenkyns bóndi? Ha? Hvað
til kvenkynsorðið bóndi? Nei, ég held ekki. Bóndi kannski bara líka kona? Kannski þetta bara fyrir bæði konur og kalla? Já. En þetta fyrsti dagur þorra. Já. Bóndadagur nefnist fyrsti dagur þorra. Hvenær verðum við nú gamla til að halda upp á þorra? Það ekki fara að deyja út bara? Jú, þetta deyr út með okkur. Við verðum bara að stýta okkur lífið. Við verðum bara með okkur happy hydrate vikur og svona kjaftaði sko. Nei, ég held að þorrablótin eru það sem að halda fast í þetta. Já, en þú veist, fólk okkar aldrei að fara á það? Já. Þú veist, ekki bara því að bara einhver frændi eitthvað að halda það, skilur eldri. Já, jú, það alveg margir að fara á það, sko. Hefur farið? Nei, hefur þú? Nei. Þess að ég veit það ógeðslega stórt í Kópavogi, það bara eitthvað hella, bara í Breiðablik, bara risastórt eitthvað Kópavogsblótið. Og þið bara borða landa hausa? Gert hvað að borða. Þetta bara djam, þetta bara eitthvað... Ég skil djammi, en okkur þurfa að vera með fucking... Matinn, já, það ég veit að það. Það bara ekki, já. Sko, ein elsta heimild sem við höfum þennan dag frá árinu 1728 að meðal almennings að húsmóðurinn færi útkvöldi áður og bjóði þorran velkomin inn í bæ eins og tignan gest væri að ræða. Veistu það, þetta bara eitthvað bull. Núna komin svo hefð að konur gefa bóndanum sínum blóm á þessum degi líkt og menn gefa konum sínum blóm á konudaginn sem fyrsti dagur góu. Hvað góa? Það finnst ég ekki. Hei! Ég fann pening. What? Hvað gaman? Var þetta bíómið eða? Nei, þetta eitthvað kvittun. Hvað sjálfda sem að finna pening? Ég fann bara var eitthvað þetta. What? Þetta 1000 kall? Já. Þetta rík maður? Já, þetta afgangu? Vintage. Já, gríns. Þetta seðla, krakka mín, eins og voru þið seðlar. Og þetta borga með þessu. En hvernig bara eitthvað, næs. Þetta þetta jakkinn að skuna. Takk henni. Já, það ástæðan. Hvað var hann að kaupa sér? Þetta hérna... Það eitthvað bakari eða eitthvað? Nei, þetta pósturinn. Já. Já. Hvað var hann með seðla í pósturum? Já, við má vita hvað sem maður gerir. Já. Veistu það, þetta ekki alveg í lagi. Hann eitthvað svo söss, sko. Sko, þá hann sé að senda mér eitthvað blóm bara. Já, en þannig að þorrinn byrjar á bótadeginum. Já, það svoleiðis. Það fyrsti dagur, þorrans. Ég inn á nett og bara sé allt fyrir þorramatinn og ég finn bara lyktina þessi í gegnum skjáin. Ég skil þetta ekki. Þú veist, veistu það, bara flott hjá nett að vera að selja þetta og elskar það. Bara... Þú veist, fyrir þessa kynslóð, skilja það kynslóð núti sem þarf að geta keypt þetta og... Við ættum eiginlega að kaupa okkur svona og gera smá platta og gera taste-test. Ég get það ekki. Nei, þú ert ólétt líka. Það kannski... Já, kannski má ég það ekki. Jú, ég held að þetta sé mjög eldað. Jú, þetta eitthvað svona ofur. Já, þetta svona mörg ár bara. Nei, en ég líka bara pæla, sko, ég bara lyktin, sko, já. En eins og við vorum með, ég veit, þetta traumatizing for you, við vorum með fréttirnar í gangi heim daginn. Ég veit, I'm sorry. Og það var bara eitthvað í gangi og og þú veist, Embla mjög óvönd í að sé eitthvað svona fréttir í gangi eitthvað svo var eitthvað, þú veist, greinlega gúrkutíð eða eitthvað að vera að tala allan við einhvern mann sem var að, hvað heitir þetta sem þeir gera við hákall, þeir? Súran? Já, eitthvað þannig. Já, súran eða eitthvað. Gerum súran? Já, kann ekki segja þetta. Súsan. Og hann var eitthvað, já, svona, þetta og hann var að tala eitthvað svona, eitthvað bóndi út í sveit og var að tala að þessi hefði væri eitthvað að deyja út eða eitthvað svona. Og hann svona, þetta vondur hákall. Hann sér það, hann alveg ónýtur, þessi vondur. Og bara... þetta vondur hákall? Og ég bara, oh my god, þú veist, skilja þetta allt öðruvísi. Hann það? Já. Þetta allir hákall hvort þið vondir. Já, en þú veist, þessi var vondur á bragðið og svona, svo ég smakka hann og þessi góð. Og hún bara, hann að borða hákall? Ég bara, já, þetta það bara mjög aðlegt eða ekki. Já, en þú veist, hún fattar ekki að kjöt sé dýr. Hún ekki búin að fatta það? Nei, við erum ekki eitthvað, það kennt í matinn, skilur, þú veist, það bara kjöt í matinn. En segja ekki nautasteik? Nei, það er bara kjöt. Hún fattar ekki hvað dýr það er. En þú veist ekki sem hvað kjúkling og er fyrir daginn, sko. Nei, hún veit að fiskur er fiskur, en þetta var svona, já, þetta var krútlegt eitthvað. Það er kombo sem er ekki spennandi að eiga. Nei, alls ekki. Þetta er kjúklingurinn. Og þá var hún að spyrja,
finnst þér hákall góður? Ég bara, nei, mér finnst hann ógeðslegur. Mér líka. Ég bara, þú er aldrei smakkað hann. Og svo var hann að spyrja pappa sinni, pappi, finnst þér hákall góður? Hann sagðist, finnst hann sér alltaf læg. Lígari. Ég held það. Hann bara að reyna að vera nettur. Það eitthvað karlmaður, það vera bóndi. Já. En þannig ég get bara farið í Netto og keypt fyrir hann hákall. Já, ég ætla bara svona lesa hans fyrir hvað í boði hérna. Ok, takk. Við erum með hangisniðar, hljómar alltaf. Ok, gott. Já. Súrmatur í fötu. Nei, takk. 1,2 kíló. Vill ekki vita hvað í þessu. Þorrabakki minni, veit ekki hvað í honum. Sýnst eitthvað. Það lítur á svona alls konar. Já, lítur á það. Hákallar í bitum. Sko, ég get keypt það fyrir Gunna. Já. Á bóndudaginn. Gerðu það? Já, það finnst það gott, bitch. Súrhvalur. Ói. Grísasulta. Ói. Sviðasulta. Ói. Þorrabakki. Það sé bara svona lunchbakki bara, tilbúin. Súrblóðumör. Súr livrapilsa. Ha? Ég sé ekki það var hægt. Súr sviðasulta, súrir hrútspungar. Súr lundabakki. Súrmatur í fötu. Og þetta er súrt. Góð spurning. Já. Og sviðasulta, mann kannast það. Já. Þú veist, já, ok, það er greinilega ekki svona að lamba sviðakjammar. Eru þeir hættir? Ég sé það svona á myndinni hérna. Já, þeir eru kláð sem bökkum. Og svona rófustöppur og eitthvað. Já. Já, þetta er stemmari fyrir eitthvað fólk. Fyrir eitthvað fólk, en það er gott að það er hægt að fara á einn designated stað eins og, þú veist, eins og Netto. Já, og þeir eru með tilbúða svo allir, þannig að þau farið absolutt innegni í staðinn. Já, það er sniðugt. Það er alltaf gott að spara. Þannig að, þú veist, ef þið ætlaði að gefa bóndanum eitthvað matarkins, það er mjög sniðugt. Ég er svona fyrir þá. Já, okkur ekki. Og Þorrabakka. Já, og bara alvöru bóndadagur. Alvöru bóndadagur. Hérna, gjör svo vel. Gjöðu eitthvað svona. Já. En svo vita þær ekki að setjum kvöldið þá verðum við pakka frá Blush. Einmitt. Blush er náttúrulega með bóndavíku núna í gangi, sko. Þið vita að Blush með bóndavíku. Laupa. Já. Run, guys. Hvernig hljóma svo vika? Herðu, bóndavika, 15% afsláttur af öllum vörum fyrir Tipparas. Einmitt. Hversu sniðugt? Geða sniðugt. Það er 20. til 24. janúar. Ok. En svo er líka eitthvað sem heitir Sparit Hotbox núna á afslætti í janúar sem er geggjað fyrir bóndaginn. Já, ég hef heyrt hann að gerða okkar tala þetta, sko. Já. Þetta er eitthvað svona mjög vel sett saman box sem hún setti saman. Já. Með einhverjum snillingum. Til að gefa einfaldara tótt. Já. Það er skemmtilega. Og hún segi líka, þú veist, upprunalega hugmyndi kemur vegna þess að hversu leiðilegt og erfitt mér finnst að veita munnmök. Langar ekki að segja það, langar að segja tengi. Já, bara love the honesty. Nei, bara allt til þess að... Þetta er rosa texti en í þessu. Já, og hún var samfærð um að hlita að vera betri leið. Já. Gera þetta auðvelt og skemmtilegt. Er það ekki bara eitthvað VR þannig að þú getur hort að lofvalanda með hann? Það, þú veist, við með góður, hún er ekki alveg komin svo langt en það hlýtur að vera næst á dagskrá hjá henni, sko. En ok, hérna, hvað er í bóksinni? Sko, hún segir, númer 1, 2 og 3 erum með gott sleipefni, ok? Og bara það eitt og sér hún að sleipefni í munnmökum með Game Changer, segir hún. Ok. Að gera munnmökin einfaldari og þælari og til dæmis gæti verið með eitthvað sem er með bragði. Þú veist það, bragðefni kalla líka fram meira munnvatn og hjálpa þá til. True. Og svo mælur hún hérna líka með Oral Delight og það er með eitthvað svona vanil og jarðarberjabragði og það inniheldur náttúrulega efni og hjálpa til við að deyfa kokið og minnka gag reflex. Ok. Þannig að það er rosalegt og svo er það að velja sér tipparing. Að nota tipparing án titrings í munnmögum heldur tippinu stinnu og gera það ekstra þrútið. Jáhá. Þetta er rosalegt og það er hún að mæla með ákveðnum hringjum í það. Svo þannig að aðferðin er einföld. Nóga sleipefni, setja á hendur og tippi, nota tippahring, óþarf að kyngja tippinu. Í spariþátti þá erum við að vinna með að kissa, sjúga og sleikja. Ok. Og hendurna sjá mestu vinnuna. Bara workout. Já, þannig að þú getur, sko það er 9.560 krónar afsláttur á þessu boxi. Takk fyrir. Það er geggjað. Þannig að það á að kosta 28.550 en er á 18.9. Já, en í þessu boxi er sem sagt 2 mismunandi tegundir af tipparhingjum, strókar múffa, sílikonsleipefni og kælandi gel fyrir munn. Damn. Þetta er rosalegt. Þetta er alveg spari. Þetta er alveg spari. Veistu þannig að þið getur gefið þorramatinn þessum bóndum og svo þetta hérna í eftirrétt.
bara hljómar ótrúlega vel. Þannig að kíkja allan inn og blessi ef ykkur langar að gera eitthvað svona skemmtilegt, sko. Já. Ef að það er planið. Heldur það ekki? Jú, ég held það. Herði, á laugardaginn, þá horfðum við á þessu umtöluðu þætti. Sem við erum búin að bíða eftir að horfa á. Já. Kom út á föstudaginn og við, og við vorum svo spenntar. Við vorum eðlilega spenntar og ég var alveg að passa mig bara í þessa 12 tíma eða eitthvað að skrolla ekki bara og horfa ekki á neitt á TikTok, sko. Já, komur og svo fljótt bara allir inn á TikTok, sko. Já, að þetta kom allt í einu. Já. Á miðnætti eða eitthvað. Þú veist, þannig að allar svona bestu þú veist, svona The juicy details komu. En áður en fyrir kannski í bara, þú veist, allt þetta með þættina, þá kom okkur báðum á óvart hvað þetta voru góðir þættir. Já. Þú veist, hvað þetta lítið fyllerefni, lítið sem var bara svona, hvað þetta var tilgangslaust, þú veist, það var eiginlega ekkert þannig. Nei. Og hvað þetta voru bara gett vandaðir og góðir þættir. Kútast í getting to the point, sko. Já, þetta voru vel gerðið þættir og skemmtilega heldum manni, mér leið ekki svo við sitið í sófanum og 3 þætti straight. Nei, sammála. Þetta var, hvað var hálftíma 34 mínútur eða eitthvað. Þetta var bara mjög gott, sko. Og þú veist, já, þetta svaraði svona, maður veit hún getur ekki alveg sagt allt, auðvitað, en hún svaraði alveg meira en maður hefði haldið, sko. Já, það kom meira fram en ég held að, já. Og það var líka ógeðslega áhugavert að sjá einmitt í byrjun þáttarana þegar þú veist, þeir voru búin að semja við Amazon við undirbúna brúðkaupinu, að þetta yrði þú veist tökur fyrir það. Já. Og svo breyttist það bara. Einmitt. Að það er rosalegt. En það er smá svona eins og sé að manifesta að það verði samt í þessum þáttum, sko. Já. Og með svona plottið. Akkurat. En ég samt, þú veist, eitthvað, já, ég var mjög ánægð með þess að þetta, en ég er ánægð með Amazon Prime. Þau eru gera gott efni, en ég held að það sé munurinn á að þetta var náttúrulega kallað documentary. Það var documentary series, en þetta er ekki real TV. Já. Þetta er aðeins vandaðar efni. Já, og einmitt miklu minna svona fillers og bara svona eitthvað, skilur eitthvað, já, kaffihúsi, þú veist, það var ekkert þannig. Þetta er alltaf ekki real TV. Nei, rétt, já, þannig að þetta var gott, þetta var skemmtilegt, sko. En það er náttúrulega bara hvað? 2 dögum áður, þá gefur hann út viðtalið við Men's Health. Já. Og þar í rauninni segir hann frá í fyrsta skipti ástæðuna okkur þau hætta saman. Og hann, þannig að það var augljóslega svona, þú veist, það var augljóslega sem hann gerði það til þess að hann var að segja sjálfur frá. Já. Og þetta er alveg hans að segja. Já. Skilur, þetta er hans vandamál. Auðvitað affektar þetta líka fjölskylduna, þannig að þetta er líka hennar að segja, en ég skil alveg, ég var ekki eitthvað svona, eins og gett margir voru eitthvað á TikTok, típist hann eitthvað 2 dögum áður og kom út og segja þetta, bara auðvitað, hann vill bara að það komi frá sér. Algjörlega, og það bara líka, það minnkaði svona sjokkið þegar maður horfði á þættina hennar, að hún var að segja frá þessu. Já. Og það mun minnka þá umtalið. Það er enda rétt, já, algjörlega. Svona dempaði það aðeins, þannig að þetta var alveg mjög vel gert hjá þeim PR-lega, sko. Já, og góðu vettvangur fyrir hann til að segja þetta. Já, Health. Men's Health. Sem er svona, þú veist, svona íþróttablað, þú veist, fyrir kallmenn. Þú veist, þannig að það var góðu vettvangur, þetta vel. Ég var til að vita svona hvernig ferli var að svona fá hvar eigum við að segja frá þessu eitthvað. Já, og ég gefa statement og ég fara eitthvað podcast. Það var 100% bara rætt. Já. Fram og tilbaka, sko, en podcast einmitt er svo sniður leið svo að hluti sé ekki teknir úr samhengi. Að því að þú veist, þar getur hann sagt þetta sjálfur í þess að fara í viðtal, þá er þetta twist your words. Einmitt. Það er náttúrulega líka hægt í podcasti, ykkur með góður, þú veist. Já, það taka allt úr samhengi. Það er að taka allt úr samhengi, en þú veist, það er svona, ef þú hafði síðan the decency að hlusta, þá hlustar á allt sem hann sagði, en þú last ekki bara headlineið. Einmitt. Þannig að það er alveg mjög sniðugt hjá honum, sko, að hafa gert það. Einmitt þessu bara svona aðal klikkbeitinu sjálfur á Instagram. Á sitt Instagram. Já. Bara, þetta er komið út og hérna er þetta, skilur. Já, bara, þú veist, og akkurat bara, þetta er líka alveg frekar stutt viðtal, þetta er bara 30 mínútur eða eitthvað, þetta er bara, hæ, ég ætla að koma út sjálfur. Já, og hann var að tala að það er hérna, þegar hann brotnaði, og þá misti hann af að geta, hann misti af, var það ekki, ef ég man þetta rétt, en þú veist, tímalínu mín geti verið smá hækki með þetta, en ef ég man þetta rétt, þegar hann fyrst ætlaði að slást við Jake Paul,
þá handlegsbrotnaði hann, eða brotnaði eitthvað á höndunum eða puttunum eða eitthvað slíkt. Já, getur verið. Það hvenær hann talar að hafa farið downhill sérstaklega í drykkju. Það bara, hann byrjaði að modnana, I'd get up in the morning and started drinking. Það alveg rosalegt. Hann bara alkoholisti, skilju, hann bara viðurkenna. Frekar hann að sitja í rúminu allan daginn. Já. Og þannig að þú veist, þetta búið að vera svolítið langur tími. Já. Þetta búið að vera, þú veist, já, þetta búið að vera svolítið langur tími sem hann bara búin að missa sig í drykkju. Og þetta áður en Bambi fæðist. Já, þetta ekki áður en áður? Jú. Þannig að, þú veist, hún líka búin að vera að díla við þetta það lengi. Þú veist, Bambi verið 2 ára núna í janúar. Já, 2 ára, ekki 3 ára, jú, 2 ára. Þannig að, þú veist, hún búin að díla við þetta það lengi að spælti þarna byrja hann bara á morgnana. Já, að drekka, skilur. Já. Og bara að fara út, get blackout drunk, bara most nights. Já. Og þú veist, þau eru bæði alltaf þekkt fyrir það, alltaf hún, að bara djamma ekki, bara drekkur ekki. Og þegar þau kynnast í Love Island, þá tala að þau drekka hvorug, eiginlega ekkert. Og eins og hún segi þess bara alcohol has never been a problem. Þú veist, had never been a problem, skilur. Var aldrei neitt vandamál, skilur. Það kom bara eitthvað svona uppeigja í lífi hans og svo skilur maður hana líka svo ógeðslega vel að vera bara ok, þú veist, svo veignarspall, þá hættir hann. Eða svo, æfattur, þú veist það, þú ert bara svona ok, he was going through a really rough patch og hann leitaði í áfengi og sem maki, geti ímynda mér að þú bara svolítið svona, ert bara ekki ég skil það en þú samt ert með eitthvað svona skilningu gagnvart í. Já. Þú veist, hann handlegsbrotnaði og allir... Og ferillinn hans bara... Já, allir heiminn var bara, hann þorir ekki að slást við Jake Paul sem bara aumingi, skilur þú veist. Þannig að, þú veist, en svo þegar tíminn leið og þú veist, hann fær sér hann fer sér hann í hennar barda árið setna og allt þetta og vinnur hann en samt áfram að drekka þá maður svona, wow, skilur. Já, bara komið fíkn. Já. Já, þetta er hella, sko. Ég ætla hana, já, þú veist, þættirnir voru, viltu taka tímalínuna hennar eða taka bara þættina fyrst? Sambandið er þá, eða? Nei, þættina, já. Ég veit það ekki. Ég taka hennar tímalínuna kannski fyrst. Já, ræðum bara eins Molly May. Já. Hún er fædd, 99? Já. Við ræddum það alveg. Hún er fædd 99. Í lok mæ, þannig að hún er tvíburi. Hún er tvíburinn að það kom okkur svolítið, við vorum... Já, við hljóðum að rætti þetta á það, ekki mann. Við höfum rætti þetta á það. En akkur man ég þetta ekki, að þetta er leika sem ég myndi alveg muna. Já. Þegar mér finnst hún vera að gefa mikið naut, skilur. Einmitt. En já, hún er tvíburi. Það er ekki margar konur við rættum daginn. Við þekkjum ekki margar konur tvíbura. Nei, við þekkjum ekki margar og hann er sko 7. maí. Hann er naut. Já. Og hann er líka 99. Mitt. En já, maður þekkir ekki margar, ég þekki ekki margar týpur af konur, sko. Nei. Þannig að maður veit lítið það. Já. Svona characteristics, já. Þú veist, stereotypar á tvíburum er eiginlega bara svona two-faced, bara don't trust them, eitthvað. En þú veist, eiginlega bara karlkyns. Eiginlega bara karlkyns, sem við kallar. Já. En þú veist, þannig eins og við vitum þá er mikið af þessu bara bullshit, sko. Já. En bara áhugavert, af því að maður þekkir ekki margar týpur af konur, en hún er tvíburi. Já. Hún fætt 99, þannig að hún er 25 ára. Verða 26 þess ári. Já. Jú, verða 26 ári, hún er ekki orðin 26, en hún verður 26 þess ári. Já. Hann ógeðslega, bara við fyrir maður séu fyrirlunar og hver hún er og svona, en bara ótrúlega magnaður, þú veist, fyrirl með við 26 ára stelpu. Galið. Vá. Galið. En hún byrjaði á bara samfélagsmiðlum ótrúlega ung líka. Já, alveg bara 15 ára. Já. Og hún segir það í skólinni sinni. Já. 15 ára sem byrjaði að posta á YouTube og eitthvað. Það er rosalegt. Og bara Instagram og þú veist, opnaði sig svona það aðskilur, þú veist, var svona opinn þar. Og það talaðum bara frá 2015 til 2018, þá var hún svona að byrja ferilinn sinn sem svona áhrifavaldur í Bretlandi. Og var aðlega eftir henni
sem áhrifavald áður hún komin í Love Island að ég var að followa vinkonuna sem var vinkonan á þeim tíma. Ég sagði það þegar hún kom inn í vilni, ég er að followa vinkonuna og ég oft sé hana í story hjá henni. Já, Þannig að þá voru þær með langar að segja svona 90,000 followers eða eitthvað sem var bara geðið mikið. Já. En ég var bara svona, what, þessi gæla? Ég enda að followa vinkonuna, skilur, en ég var aldrei að followa hana. En ég followa hana náttúrulega bara beint eftir Love Island. Já. Ég sá henni fyrst getið bara Love Island, sko. En hún byrjaði svona, kannski maður hefði séð hana á einhverjum pretty myndum, ég veit það ekki. Við vorum alltaf á þessum tíma var pretty mjög mikið að reposta og þessar síður voru mjög mikið að reposta af bara minni influencerum, bara eins og mér sjálfur frá Íslandi, skiluru. Bara ég var að vinna með sömu merkjum og hún á þessum tíma sem er galið. Það er crazy. Það er crazy og hún talaði að það á þessum tíma var svo auðvelt að, þú veist, fá samstörfu og okkar þannig að því það voru svo fáir að þessu. Já. Svo núna í dag þetta náttúrulega miklu erfiðara því að allir ammaðir að vilja vera áhrifavaldur, skilur. Já, einmitt. En hún tala líka bara að hún fekk kannski 30 pund borgað fyrir einn þátt, fyrir eitt post og þú veist. Það var alveg bara crazy. Já, hún bara fríföt og 5.000 kall, alltaf fucking grínast, bara it's amazing, skilur, þú veist, þannig að já, þetta var svona allt öðruvísi. Núna er líka bara standardin orðið miklu herri og þetta er orðið miklu meiri atvinnugrein og þá líka, og það sem gerist kjölfara því er að þá líka komur smá svona pressa, þú veist, að þú ert síðan áhrifaldur að þú sért ekki að gera allt frítt þegar þú ert að gera lítið úr öðrum sem gerir þetta fattar þau. Þarna voru bara allir bara I'll do anything for anything, skilur bara let's go. Það var svo fyndið bara að sjá allt þetta flashback hjá henni, ég var að auglýsa sömu föt, bara nákvæmlega sömu föt og bara myndinur okkar geða svipaðar. Geða fyndið að sjá þetta. Bara inn í svefnherbyggi, þú veist, nota bara allt rýmið sitt sem að, þú veist, bara inn heima á foreldrum hans, skilur þetta er bara svo krútlegt. Þetta er svo krútlegt og þetta er svo mikið, ég held að fólk fatt ekki, þú veist, bara, þú veist, ég sé þetta líka bara ótrúlega mikið bara í gegnum þig og því þekki þig svo vel, en þetta er svo mikið grænt, fólk heldur að það sé ekki grænt bara guð, bara þú bara tókst bara 180 breytingu á herbygginu bara til þess að geta verið með aðeins öðruvísi background fyrir næstu mynd, skilur það var mjög úthugsað, það var allt inn í herbygginu bara að sjá hana gera það sama er svo krúllega og svona fær svona flashback á hana tíma það var góðu tími það var svo góðu tími og maður er svona, þú veist núna er þetta orðið einhvern veginn svona meira casual sem er líka bara gott, skilur en líka meira polished einmitt þú veist, þú getur ekki posta sömu myndir í 15 sinnum í sama herbyggi en mann er líðið þannig í dag en þarna var bara, en þarna er bólurinn gulur og svo er hann bleikur og þá er það allt öðru skilur það sem ég gerði bara, ég notaði líka bara speglana mína og komið þeim bara í þú veist, annað hot, skilur þannig að ég lukkaði eins og ég væri annars staðar einmitt þetta var creative. Já, mjög. Og maður er alltaf með eitthvað risa ringljós sem var bara gegn hvítlýsing á self-timer. Einmitt. Bara duglegust í heimi. Ég gæti það aldrei í dag. Nei. En þú gætir þetta alveg, þú bara gerir þetta ekki. Vákvæmt tók langa tíma. Já. Jesus. En já, bara metnaður. Þetta er nefnilega ógeðslega mikill metnaður. Content creators á þessu tíma. It's a grind, it's a grind en það er svona líka bara svona, þú veist finnst mér eins og, þú veist, þeir sem lögðu þessa vinnu inn, þeim er verðlauna það horfum bara máli með, skilur þú veist, þetta er alveg, það er ekkert allir she worked, og she's been working og svo með þið, sko en, 2019 þá fer hún inn í Love Island hún hefur talað það í bókinni sinni, bara it was a business, bara move, bara ég fór þarna inn til þess að fá fleiri followers fá Pretty Little Thing dílinn þú veist, bara eins og svo flest allar stelpur hugsa þetta, held ég já, bara 90% sko. Nema þannig að þegar greyin mátti ekki nota Instagram það var loka Instagram þegar það kom með hrikalegt það er ekki langt síðan það var, veist, það var bara 1 ár samt já, en það er ennþá þannig það ekki? Já, en það meina þetta TikTokin Var það ekki notað eins og núna í sumar hjá Joey og þeim? Held ekki. Kannski ekki. Það er asnal. Það má hjá All Stars allavega. Já. Þeir eru alltaf orðin bara established. Það þarf við bara... Ég sverða að þau fá líka bara meira vín og eitthvað, skilur. Já, hlýtur að vera maður. Þeir aðeins vanar þessu. En hún kom sérst í 5. seríu af Love Island UK á degi 4. Og þar kynntist hún Tommy Fury sem var komin inn í vélina
Já, hann var annað með Lucy, eða ekki? Jú, var það ekki? Hann ekki með Lucy hérna á þessum tímúti. Já, þau voru samt bara vinir en hún var skotin í honum. Já. Og hún, sem sagt, og Molly May voru runner-up, voru í öðru seti á Love Island. Þau unnu náttúrulega ekki. Nei. Það eiginlega yfirleitt runner-up sem að endast lengur. Já. Demi og India, þú veist, það er svona... Ekki núna og David, þau unnuð ekki? Jú. Já. Elsku ekki svo og David, sko. Og já, það var í júlí og svo eftir Love Island og þá að tala hún hafi verið með 160.000 followers þegar hún kom inn í villuna. Já. Og hafi náð í kringum 3 milljónir. Bara eftir bara eftir að hún var í öðru seti? Já, bara eftir tíma sinn. Já. Það er rosalegt. Það er rosalegt. En ekki svo heldur samt metinu, sko, í mesta gróð. Ég veit ekki alveg, já, það var eitthvað svona, hvort hún var fljótust upp í 1 milljón og meðan hún var ennþá þarna inni. Emmett. Þú veist, það var eitthvað svona, eitthvað galið. Já, hún var líka með kannski færri followers áður. Gæti verið, mesta gróðið, jú, þannig séð. En hún var komin yfir 1 milljón, bara eitthvað svona á meðan hún var ennþá inn í villunni. Vá, hvað það kemur óvart, því Molly finnst mér að vera meira svona fræg, heldur en Ekkin. Heldur bara Ekkin, sko, við tökum þetta bara í Love Island þætti, en ég held hún hefði getað gert miklu meira. Já, algjörlega. Ef hún hefði viljað það, skilur. Með þann miðil. En allavega, þetta er 2019 sem hún kemur út úr villunni og er með kringum 3 milljónir fylgjenda sem er náttúrulega bara rosalegt. Og hún var fljót að bara taka þessu og bara run with it. Já. Ég man bara, þú veist, þarna byrjaði hún var búin að vera náttúrulega á YouTube síðan hún var bara krakki, en þarna, þú veist, hún var ógeðslega dugleg á YouTube eftir villuna, þú veist, þannig að maður saknaði hennar aldrei, maður gæti alltaf hort á hana. Hún verið konsistant bara. Forever. Já. Rosaleg. Og hún segði að, hún alltaf eiginlega bara strax kemur út með filter. Já, mitt. Það er galið. Já, sem er svo tanverki hennar. Hvernig ertu ekki einhvern x tíma að þróa? Það var bara þrói vara. Já, sem hún bara sett nafn sitt á. Sem hún bara sett nafn sitt á, skilur. En samt bara einhvern veginn, þú veist, hún er þá bara að pröfa það 2 ár, sko, á meðan hvað það var fljótt að koma út. Það hlýtur að vera, sko. En þú veist, greinlega búið, þú veist, það eru vörð, þú veist, hún hefur tekið hætt með vörð í sölu og svona, ég tekið eftir á svona TikTok og eitthvað þannig. Já, frá þessu. Já. Við hefum aldrei prófað þetta. Nei, ég hef aldrei prófað þetta. Nei. Ég væri alveg til, já. En ég er alveg, þú veist, hún talar ekki mikið um þetta. Nei. Og hún er einhvern veginn ekkert eitthvað það mikið með eitthvað bila brúnkukrem lengur. Nei, ekki lengur, sko. Það kannski breytist eitthvað eftir að, hún var mamma og eitthvað. Já, kannski, þú veist, stílinn er eitthvað kannski eins að breytast varðandi það, ég veit það ekki. Svo ég tala líka, þú veist, það er ekki öll til dæmis brúnkukrem æskileg á meðgöngu. Ok. Kannski hennar er ekki æskilegt. Kannski ekki, ég veit ekki, mann það ekki, en þú veist, en eins og ég segi, þetta var í kringum 2019 sem hún kemur bara strax út með filter. En já. Það er rosalega, því að hún tók fram í dokumentarinu, bara hvað, já, búin að vera með 5,5 ár. Já, bara, það meikar engan sens. Þið eru búin að vera saman í 5,5 ár, þegar þú komst úr Love Island 5,5 ár. Já. Og það bara greinilega byrjaði hún bara leið og hún kom út. Já, ég held hún sé samt einhvern veginn, þú veist, mér líður svona eins og hún sé búin að mögulega kannski kaupa sér meira inn í þetta. Þú veist, núna. Já. Þú veist, hún var meira svona direktor fyrir þetta. Þú veist, ég man hún var með öðruvísi packaging og það er ekki mörg ár síðan hún breytti packaging í meira svona hennar stíl. Mér leiði bara þess að sé svona 2 ár síðan það kom út. Það er nefnilega, þú veist, þetta er Selfridges og eitthvað. Þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg söluvara, sko. Þetta er luxury self-tan, segir hún. Hvað er verðið á þessu? Já, hvað er verðið á þessu? Mænu sjá. Er bara fróða eða? Ég þekki ekki neitt þessu verður. Nei, ekki heldur, maður sjá. Fróða tanning mousse. Ok. 27 pund. Það er nú ekki það mikið. Svona 7 skall. 27 pund? 20 pundi er ekkert eðla hátt. Já, kannski. 6,5 eða eitthvað. Svo kemur alltaf shipping og nátt og allt, sko. 4.600. Vá, er pundið búið að lækka? Pundið er þetta evra kannski? Þetta er kannski evra. Jú, þetta er evra hjá mér. Er þetta evra? Já. Það er örugglega svipað samt. Þá er þetta ekki það dýrt. Nei, nefnilega ekki, sko. Þetta er bara svona middle class. Já.
Það 3.900 evrur, já. Ok, hún með tanning mousse, eitthvað tan tonic water. Já. Clear tanning spray, tanning drops, já, syns það vera allt. Og svo bara hanska og eitthvað svona töskur og eitthvað. Þetta alveg cute, sko. Já. En já, einmitt, alveg magna. En mér finnst svona eins og hún sé komin meira inn í þetta núna, því að hún fyrir að stjórna myndatökum og svona. Já. Þú veist, það svona, já, hún kannski, þú veist, byrjaði sem eitthvað svona, bara svona andlit fyrirtæki en orðin meira svona direktor fyrir það. Já. En þið sjá, maður sé náttúrulega, þú veist, að vinnan hennar fyrir ekki jafn mikið í þetta eins og fyrir hjá öðru, skilur. Einmitt. En bara geggjað, skilur, geðveikt að koma út og vera bara strax með eitthvað hennar eigin vöru, skilur. Já, einmitt, geðveikt. Svo það 2021, hún alltaf, sko, eftir Lofaland þá sænaði hún 500.000 króna, 500.000 punda, já, 1.000 punda díl við Pretty Little Thing, sem var alltaf svona, það var alltaf talað þetta svona djóki þegar tala you're gonna get out and get the PLT deal. Já, það svona aðal skvísan sem fær þennan díl. Já, þú veist, sem að fara til Boohoo, núna fara sínum til Shein, þú veist. Já, margar, sko. Margar Lofaland sponsorar Shein. Ok. Finnst þér það ekki sturlað? Já, því að það verið að þú veist, nota eBay og okkur núna. Já, þess að ég tala eftir bara. Já, þegar það kom út, já. Og þú veist, Lofaland lendi illa í því að vera sponsa þessar fast fashion síður, skilur. Þannig að slíka bara styrla fyrir þig sem fyrirlegin, bara mér eiginlega alveg saman hversu mikið pening út búin að þú segja já við þessu, sko. En það alveg nokkra, sko. Já, þú veist, eins og Molly sem með hinum Tommy, sem síðasta All Stars. Vá, hann heitir Tom. Já. Og Molly. Já. Og ég var ekki með pæli í því. Já. Hann kallaði bara Tom, eða ekki? Hann kallaði Tom, já. Ég rugglaðist, já. Vá, þau gæti ekki verið Tommy og Molly líka. Nei, það erfitt, sko. Hún var sponsor af Shein áður hún kom inn í hylla. Ok. Hún algjör babe. Hún algjör babe. Elska hana. En eftir að Molly May, já, þannig að hún fekk hennan risa díl við PLT við Pretty Little Thing eftir tíman sinni í viljunni, þannig að í kringu 2019 og eitthvað, og gátt margar línur með þeim. Var margar svona, mörg dropp með þeim, þar sem hún var algjör mega babe og alltaf eitthvað ný Molly May lína með PLT. Og svo fyndi að sjá allir þessi flashback af henni, mér finnst þessi önnu manneska. Já. Að sjá svona gömlu Molly, skilur við. Já. Ég var búin að gleyma skingumóli. Bara svona því bara þessari bara svona, bara þessari típu. Já. Núna hún bara svo ókvæslega svona skilur Scandi, já. Geðið sophisticated royalty, skilur Já, old money, dæmi, já. Ég er búin að gleyma hinni típuna að henni, sko. Það er skemmtilegt að sjá hana. Já, við erum svona þroskast með henni. Við erum svona, we're growing up with her. Það er alveg gaman, sko. En svo var það í ágúst 2021 að þá var hún gerð creative director fyrir Pretty Little Thing. Eftir að hafa verið bara að vinna sem brand ambassador fyrir þau. Já. Þannig að það hjút og það alveg vinna. Einmitt. Þannig að þú veist, hún var bara creative director og það var rosalegt. Já, hún var þar í 2 ára eða eitthvað, eða ekki? Jú, 2023 í júní þá segir hún af sér þar og líklegast til þess að byrja maybe 100% til þess að byrja með EP, skilur, bara til þess að einbytta sér því og vera ekki í samkeppni við sjálfa sig, sko. Þú veist, að fattur að koma sér og líka, og hún þurfti svolítið að aftengja sér fast fashion til þess að fara síðan að búa til eitthvað sem hún kallar ekki fast fashion. Eða ekki fast fashion. Maybe. Já. Þú veist, ég veit. Það er náttúrulega ekki eins stórt, skilur. Nei, ég held að sé ekki, út af þetta ekki framleitt eins mikið, ég veit ekki hvort þetta myndi flokkast til fast fashion, kannski erum við vitlaust. En ég held ekki. Þú veist, það væri djörf fast fashion. Ég veit það ekki. Nei, ég ekki viss, en ég held ekki. Örugglega ekki, það þarf örugglega að vera x margar vörutegundur eða eitthvað. Já, og x mikil framleiðsla á ári, það ekki? Þú veist, og waste og eitthvað svona. En ég veit það samt, hins vegar ekki. En það var svona eins og hún vildi step down frá, þú veist. Mér fannst svona tímabútið sem hún byrjaði að tala eins minna eins og hvað sörubleysir hún væri að kaupa sér og þú veist, eitthvað svona, ég veit ekki hvort hún væri eitthvað. Líka bara að því hún byrjaði að nota sína eigin vörur eða eitthvað. Já. Prófa og hvað þannig. Einmitt. En Bambi kemur náttúrulega 2023, já.
Í janúar, eða ekki? Jú, í janúar, þannig að hún hættir þarna stutt eftir að Bambi fæðist. Ég man eitthvað eitt af svona fyrsta outing, að ég horfi ókslega mikið á vloggin hennar og því manna eitt af svona fyrsta sem hún fór að gera eftir að Bambi fættist var að fara á fund með, þegar hún var ennþá creative director og svona, ég er að fara frá henni eitthvað en já, hún hætti 2023 í júní og í ágúst 2023 þá er hún náttúrulega partur af Netflix-seríunni At Home with the Furies. Og svona horfa á það? Ég hef eiginlega búin að sjá svo mikið á TikTok og mér fannst þess að ég þurfti ekki að horfa á það. En hún er ekkert í mörgum atriðum. Þú veist, þetta er meira svona, þú veist, jú, það er smá svona viðtal við hana talandi veist, hvernig finnst þér að vera svona traveler's wife, eða þú veist, að þau eru náttúrulega ekki, ég veit ekki, tekið þessu umræðu áður, þú veist, þetta er svona síkunar en ekki síkunar fjölskyldan hans Fury. Og eru með svona bara ákveðnar trú sem að þau, þú veist, eins og væri bara til í að búa, þú veist, eiga ekki fastan stað og eitthvað þannig og konan er bara svolítið mikið svona hugafar allan hjá eldri Furies í fjölskyldinu, bara konan á bara heima með börnin og svolítið öðruvísi heldur en en svo kannski hún er, já, þannig að og hún var alveg viðturum þar og í svona confessional þar og var að tala skilur, þú veist, já, við klössum alveg oft með þetta en þú veist, en það er samtalið samkomlega okkar á milli að dóttur okkar mun fara í skóla og þú veist, það var ekkit endilega eitthvað sem er bara 100% on, þú veist, oftast eru bara mömmunar sem kenna heima og eitthvað. Það er bara svona allt öðruvísi. Og ég sá að þegar þau tilkynntu, þú veist, í þeim þætti tilkynntu þau líka Tyson og konun hans að hún væri ólétt, skilur þú veist, þau voru ekkert mikið en það er svona glitt í þau. Já, það er náttúrulega ekki þau. Nei, þetta er eiginlega At Home with the Furies að við vera að tala Tyson. Já, er það ekki? Jú. Og hans fjölskylda, en þau koma náttúrulega fyrir augljóslega líka bara for views þú veist, þess að grípa fólki sem mig og þig, þú veist, að því að okkur ætti við að horfa á Tyson en já, og svo er það bara næsta sem í raun og veru gerist svona stórt í hennar lífi, þú veist, er eiginlega bara sambandsleitin, sko. Já, alltaf engagement líka. Engagement fyrir ekki, auðvitað stærst. Já. So pretty, svo fallegt. Og hún var að tala að þau hefur verið bara að rífast stuttu áður. Vissu við þetta? Já, hún sagði frá þessu í vlogginu sinu. Já, því ég horf ekki á vlogginu hennar. Já, og hún var búin að segja bara, þú veist, hann var svo þetta var sko geðveitt vel planað hjá þetta, þess að hann fær umboðsmaðurinn hennar með Innonit og þeim er boðið í ferð saman, hún eitthvað, það gerist aldrei okkur sem boðið ferð saman og þetta var eitthvað svona farfetts eða eitthvað svona svona stærra brand eitthvað svona stærra brand, svona luxury brand að bjóða þeim báðum, þú veist, í ferð til Ibiza og væri bara svona dinner og eitthvað og hún var bara svona, hún segi, yfirleitt er ég ekkert að fara á svona eventa en að því að Tommy var boðið líka, þá var hún svona, ok, kannski getur við gert eitthvað cute út úr þessu og þannig að það kom alveg mörgum mánuðum áður, þetta var alveg geðveitt vel plana hjá honum, þú veist, og umboðsmaðurinn hringdi í hana og var bara, heyrðu, það er boð frá þannig að geðveitt vel skipulagt hjá honum og svo faraði náttúrulega saman og taka bara Bambi með og eitthvað þannig og svo var hann að segja frá í vlogginu, þú veist, að hún var búin að vera eitthvað sem að fyrir símaðinu eitthvað og hann var bara, nei, þú veist, en þar líka var hann búin að vera að tala við Francesku, umboðsmanninn hennar, söngkonuna. Já, var hann ekki ef við varum að skoða ykkur myndir eða eitthvað? Jú, hún vildi fá að skoða ykkur myndir, skilju, og hann bara nei. Og þá var hann bara, og hélt hann var að tala um bara eitthvað aðra gellu bara. Hann var bara sjúklega sös, þú veist, mjög myndi finnast ógeðslega sös allt í einu Gunni verið bara, mátt ekki vera síminn, skilju. Já. Eitthvað bara, ég ætlaði bara, þú veist, airdroppa þess að mynda emblómi eða eitthvað whatever, skilju. Ef það væri bara, nei, þá ertu svona, skilju, ekki kringum ammælið þitt, ekki kringum jólin. Þú veist, þetta er svona, þannig að hún var alveg, já, hún sagði frá þessu í vlogginu og bara eitthvað, hún var bara hella pirr út í hann, skilju, voru komin hana út og það var að gera make-up hennar og þarna var hún á leiðinni í hennan dinner sem var átt að vera svona all white themed dinnerinn, þú veist, þannig að þetta var svo vel planað, þú bara nána til að dressa sig, þú veist, passar að make-up crew hennar myndi komið líka, þetta var fallegt. So cute. Uppáhalds, þú veist, lagið hennar spila live. Einmitt, bara, þú veist, he did it very, very well. Já, hann má eiga það. Þú veist, hver sem planaði þetta fyrir, hann er bara fólki vel gert. Þetta, já, þó hann kannski planaði ekki allt. Nei, þetta var ógeðslega vel gert, já.
Þannig að það svona, mitt stærsta sem að gerist og svo og svo eru það sambandsslitin svona sem að bara gjörsamlega sprengja þig og fólk fór bara, þú veist, við tókum bara strax emergency þáttum þetta bara, fólk fór bara líka þessu saman við Díunu og Charles, sko. Bara the royalty. The British royalty. Rosalegt. Bretarnir náttúrulega rosalegir með svona fandom, sko. Já. Verða alveg crazy, sko. Og þau voru búin að eins og vorum að ræða, búin að semja við Amazon Prime það að taka þessu dokumentari undirbúningin á brúðkaupinu sinu. Náttúrulega bara stuttu áður var náttúrulega brúðkaupinu Zoe. Þetta gerist í ágúst sem þau splittuðu það ekki. Og þá var hann bara að tilkynna þess 5 years. Bara spennt fyrir okkar degi. Svo bara kemur þetta, þannig að auðvitað maður í sjokki. Maður í sjokki? Því hún ekki búin að gefa neinn almennilega hint. Nei, en þú myndir aldrei. Hún samt alveg búin að vera að gefa einhver skona hint. Já. Jú. Jú. Ef maður pælir í því, það er alltaf bara, hann er aldrei skiluru, hann svolítið djamma eins og þegar var ammælina, það var bara þunnur og eitthvað, skiluru. Þannig að það er alveg búið að vera hint, þannig séð. En maður bara aldrei trúði. Nei. Og líka við sáum hann með Chris Brown og við sáum hann á, þú veist, þótt maður var alltaf bara, cheating, skilur, maður fattaði kannski ekki alveg, þú veist, að maðurum væri að vakna mótnan og fór sér að drekka, sko. Einmitt. En maður hélt hitt, maður át og fer í hitt, bara ég veit ekki hvað það er, það var líka maður, það var gælla sem tók svona í hann í einhverju vídeói, þú veist. En hún segir aldrei að það var ekki það, þú veist, hún segir aldrei að hann hélt ekki framjá. Nei. Hún tekur það aldrei fram, skilur. Nei. Hún segir bara að áfengi er það sem gerði vandamálin, sem kannski, hann gæti að hafa gert eitthvað fullur. Hann gæti að hafa gert eitthvað, en ég hugsa sko, hann gæti 100% að hafa gert eitthvað, en að því hún var hann í þáttunum segir bara I genuinely believed, þú veist, bara við myndum verða aftur saman. Það svona eina sem að fær svona, það? Þú veist, ef hann hélt framhjóður. Já, en þá þurfti hann bara hægt að drekka og þá hann ekki fara að halda framhjóður aftur, þannig að hann kannski bara allt annar í glasi. Já, hann augljóslega það. Já, bara ég vona að hann sé ekki líka svona edrú, skiluru. Að hann líka bara geði skrítið að heyra samskiptin þeirra svona smá, maður fekk svona smá að heyra samskiptin þeirra í þáttunum. Það var svona geðveitt toxic eitthvað. Eftir að þau hættu saman þá? Já. En samt líka falleg. Já, hann fór úr því að vera cuties bara yfir í svona, blæ, skiluru, geð hratt. Já. Sem svona smá svona manipulation signs, skiluru. Já, algjörlega. Eða bara svona hún svona gleymir sér kannski bara ég er ekki búin að fyrirgefa þér bæ, skiluru. Já. Ég get ekki ímyndað mér hvað er erfið staða, skiluru, bara ég get ekki, nei. Voru trúlóðið, eiga barn, eiga hús, ótrúlega opinberri aðilars bara ótrúlega, bara getur það ekki hægt að lýsa það getur enginn sett í þessu spór einhvern veginn. Nei. Nema kannski konufjölskyldan, skilur. Já, einmitt. Það er alveg svona. Það er alveg rétt, sko. Þegar með kannski David Beckham og Victoria, skilur. Já. Þetta er svona, þau voru líka svona hönduð af the media. Já. En já, ég veit það ekki. En það er líka bara, þú veist, ég veit ekki, þú veist, ég er ekkert eitthvað, ég var 100% á því hann hafi haldið fram hjá henni. Þú veist, ég var þar, en eftir þess að ég gæti trú að þetta sé bara áfengisneyslan, skilur, bara hvað hún tekur. Ég heldur kannski að hún viti, kannski, ég veit ekki, kannski, ef hann er alltaf bara í bísam, Chris Brown, er hann ekki eitthvað andlegt kannski framhjóðaldið eitthvað? Jú, já. Sem gæti bara svona afbrýðsað með eitthvað, en kannski villum bara ekki vita það. Nei, já, það gæti líka verið. Af því að hún segir bara, kannski finnst þetta ekki vera hann eða eitthvað þannig. Já. Það vera svona í glasi, þetta er ekki hann. I don't know, sko, ég er bara að spekulata. En enga sér, þá er nóg, þú veist, það er nóg. Það hann þarf ekki að hafa haldið framhjá og svo hún sé bara þetta sambandi búið. Nei. Þú veist, að því að áfengi bara, þú veist, það splundrar ekki bara sambandum, það splundrar fjölskyldum. Þetta getur bara verið þetta er bara hrikalegur sjúkdómur. Þetta er bara alkoholismi og allt það er bara hræðilegt. Þannig að þú veist, jú, getur verið hann að gert eitthvað, getur verið að hann gerði ekki eitthvað sem tengist framhjáldi, skilur. En eins og hún segir þáttunum bara, eitthvað þar þurfti að vera bara, þú veist,
eftir að búin að bara síðast Já, grátbaði hann ekki að drekka í brúðkaupinu, hann gerði það samt. Já. Hvað sagði hann, hvað gerði hann, skilurðu? Hvernig var hann haga sér? Já. Við höfum ekki hugmynd. Nei, þú veist, og greinilega Zoe, eldri systirinnar, og hann, þau bara ná ekki það vel saman núna síðastliðin ár. Af því að hún veit svo mikið greinilega. Það er, þú veist, það er helt svona, þú getur ekki sagt systurðinni nema þú ert bara svona, ég er bara komin nóg, já, nú skal ég segja þér. Systurðin fyrirgefur aldrei, nei. Þannig að þú veist líka það ef að þau eru svona butting heads og eru ekki, þú veist, get góði buddies og hún er bara please ekki drekka þarna, skilju. Ekki tryggra líka bara hana, þú veist, með allt sem hún veit. Þú veist, ég veit ekki, og líka bara fólk sem dílir við, fólk sem er með þannig sjúkdóm, alkoholisma, þú veist, þau bara mjög margir breyta svo mikið bara eftir, þú veist, eitt glas, þú veist, þeir eru bara önnur manneski sem þú bara þekkir ekki, þannig að og hún er búin að gangi gegnum þetta bara áður en Bambi fættist og alveg, þú veist, hvað þetta er mikið bara vombrigði að sjá þetta einhvern veginn fyrir sér að því að samband þeirra var ekki svona, en þú veist, þetta er líka bara, þetta er bara the scary reality að, þú veist, maður byrjar með einstaklingi og svo getur hann breyst. Algjörlega. Og það getur allir breyst til þess bara og líka gott, skilur. Líka gott, já. Og ef hún var búin að vera bara hættu og hann hættir ekki. Og hún talaði alltaf eins og hún væri búin að gefa hann the last straw oft, já. Og maður trúir því. Svo er líka bara margt annað í þessu sem er líka bara svona, þú veist, eins og þegar Bambi var nýfædd og hann fer þarna í svona Jake Paul er sá sem segir frá hún sé fædd. Já. Það er bara ógeðslega leiðilegt, skilur, og hann gerði það óvart, segir hann, skilur. Hann er bara eitthvað fáið það. Hann er fáið það, jú. En þú veist, hann fer þegar hún er, þú veist, rúmlega viku, 10 daga gömul eða eitthvað svona í 3 mánuði í burtu. Þú veist. En hann, já, eins og hún talaði, hann vill vera fullorðin með fjölskyldu en líka 25 ára villsingur, skilur, að jamma. En líka atvinnuboksari. Og atvinnuboksari líka. Já, og skilur fyrir svona eftir, þú veist, og líka bara ef þið horfið á fjölskyldunars Fury, ég var eitthvað svona aðeins að ræða þetta við Gunna, þú veist, ég þekki ekki Tyson og John Fury heldur pappan sem er alveg bara karakter, sko, þú segir það líst, og hann bara það er ógeðslega mikið alkablóð í þessari fjölskyldu, þú veist, Tyson sjálfur hefur talað það og pappans og bara stikta venjur, eða bara venjur sem við erum ekki vön, skilur, þú veist, eins og Tyson var núna að berjast í ykkur bardaga því hann er náttúrulega líka atvinnuboksari. Hann að Tommy er líka svolítið svona að reyna að líta upp til bróður síns og vera eins og hann að því að Tyson er svona bestur í þessu í Bretlandi og eitthvað svona þannig. Og pappans náttúrulega þjálfan, þannig að pappa sem búin að sjá svolítið svona bara hefur ekki séð sólina fyrir Tyson og Tommy er náttúrulega svolítið svona að reyna þetta sem fótspor fyrir Love Island svona, sem gerir þessu kannski ekki alveg akkurat, ekki nógu cool nei, ekki alveg nógu cool sem boksari, sko akkurat, og og þú veist, bara eins og Tyson núna, þú veist, það er bara kannski, þetta var bara rétt fyrir jólina, rétt fyrir áramótin sem að Tyson var að berjast í einhvern barda og hann fór og talaði ekki við fjölskyldur sína í 3 mánuði og talaði ekki við fjölskyldur sína ekki FaceTime call, ekki neitt það var svo mikið einböld sem að vera boksari maður er bara svona gaur, skilur þetta er svo asnalegt, sko já, og gaurinn sem hann var að keppa á móti sem gaur í annarskipti tapaði sér stáður ætlaði núna sko að vinna þess að hann einböld sér svo ógeðslega mikið tapaði aftur og hinn gaurinn var einmitt tekinni viðtal og erst þú að tala við konuna þína og hann bara, skilur bara eitthvað þetta heyri ég í koninu minni hvað svona fokki spurning er þetta bara tala á alla nema konuna þína. Já, bara tjóðst bull. Og bullið. Kannski það hann að gera það alltaf að vinna. Já, neðist auðvitað ekki, hann tapaði. Fury? Já. Ok, ég held að hinn eða það. Nei, þú veist, hann vann bara aftur og var samt að tala um konu sína. Þá er lykillinn að tala um konuna. Ég held það bara alltaf lykillinn í öllu. Nei, bara svona dæmi bara hvað þetta er einhvern veginn svona, þú veist, já, hann fór þetta í mánuð til, þú veist, þetta er ekki family first sport og fjölskylda, einhvern veginn. Nei, þú veist, þetta er svona öðruvísi. Uppeldið hans. Já, 100% og það er, þú veist, fyrsti mánuðurinn í lífi barns, þú færð það aldrei aftur, sko. Nei. Það er alveg hellað að, veit ekki, þú veist, fórnaði en svo fekk hann einhverja fokkin milljarð úr þessu, þannig að kannski var það bara sameiginleg fórn sem þau voru ánað með. Kannski. Hver veit, skilur, þannig að ég veit ekki. Þetta er svona, já, þetta er alls konar í þessu. En það er svona, þau náttúrulega sáist þarna að kissast á New Year's Eve. Já.
Og við fengum þá basically staðfest í þessum þáttum að þetta voru þau. Já, svona eiginlega. Þetta eru þau. Já, það ekki? Jú. Svo styrla eitthvað pælið í, sko. Hérna, já, það er svona tekið svona, þið hafi ekki séð þetta vídeo, veistu, bótt séð það. Tekið bara svona vídeo yfir hóp af fólki og það sést bara svona glitti í, þú veist, vangasvipin á Tommy í hvítum ból og það var eitthvað búin að sjá að hann var í hvítum ból þetta kvöld og hún í sínu, þú veist, og þetta lúkkaði svona svo þau. Þetta lúkkaði mjög mikið eins og þau. Já. Veist, og þau voru þarna á eitthvað. Þau voru í þessu partíi, jú. Og Zoe var heima að passa, en hún var að drekka. Molly. Ha? Já. What? Molly var leið, já, hennar myndbunda henni bara að taka tequila-skot og hún var að drekka. Ok. Þannig að það er líka svolítið svona, þú veist, ekki að dæma, guð mig góður, bara, þú veist, hún drekkur mjög lítið og var greinlega bara letting loose. Já. En þú veist. Kannski drekkur hún ekkert í mann. Já, örugglega, skilur, þú veist, en þú fattur ekki hvað, þetta er svona skrítin dýnamík þegar þú byrði eitthvað, þú hættir með eitthvað að því hann drekkur. Svo mætir hann í partíu. Þú þarft ekki að hætti að drekka. Nei, þú þarftist ekki. Ég er að hugsa, var hann líka að drekka eða var hann edrú? Var hún tilbúin að kissa hann edrú? Eða var hann líka full... En þetta er örugglega bara ógeðslega mikið spurningamerki að hann er sjálfur líka bara, þú veist, what signs am I sending? Það er erfitt. Já, það er mjög erfitt. En hún talar í þáttunum, já, bara eins og hún var bara, ég held 100% við myndum bara aftur, get back together. Og þú veist, þannig að hún viðurkenndi alveg bara, þú veist, ég tók alveg bara mjög stórt skref bara til þess að enda þetta, bara svo þetta myndi enda, svo hlutinni myndi breytast. Og var síðan að tala bara að, að hún haldi að þau byrja eftir saman. Basically. Hvað heldur þú? Já, ég held að þau byrja eftir saman, sko. Já. Maður er alveg búin að bíða eftir því bara í nokkra mánuði núna. Já. Þau eru búin að sjást saman, það er svona co-parenting, skilur við. En núna, þú veist, ef hann spottast núna til dæmis á klubbi eitthvað. Já, ég ætla að vona það að gerist ekki, skilur við, ef hann er að reyna að fá hann tilbaka. En þú veist, pældi hvað það er þá stórt núna. Já. Þegar við vitum þetta allt. Líka smá vandræðalegt bara, skilur við, að þau allir vita allt. Herri, við spyrum hvað þeim tepasbestis finnst þætti. Tell me. Hérna er einhver að segja að ég held að þau muni byrja aftur saman. Sorglegt hvað hún er að gangi gegnum finn til með henni. Mér fannst Andjós ekkert sérstætt koma fram. Bjóstu meiru. Wow, ok. Áhugavert. 10 af 10. Omgeggja er hún svo mikil fyrirmynd. Sorglegt. I love it. Finn svo innilega til með henni. Sérst líka hversu indæl manneskja hún er. Ég sammála því. Finnst smá mikið verið að gera þætti break-upið, en það er bara mín sko. Er það ekki það sem við vildum, eða? Jú, en mér fannst þau samt ná góðum grunna bara hvaðan hún kemur, hver hún er, hvernig hún byrjaði. En þetta áttu náttúrulega að vera break-upið, skilur, þannig að... Kominu. En þú veist líka, en eins og hún talaði þú veist, maybe, sem hún ætla að hafa sitt stærsta business brand, bara business move ever, bara opna svona eigin fata, þú veist, bara að vera með sína eigin föt blandaðist bara í break-upið. Hún getur aldrei hugsað út í opnun maybe án þess að hugsa út í þessa tíma. Maður sé líka bara hvað hún er bara fragile á þessum tíma líka út af þessu. Til þess að við skiljum hvað hún er gangi gegnum þá þarf hún eiginlega að segja frá þessu. Hún þarf það, já. 100%. Já. Ekkert spes við allt nú þegar. Mjög góð þættir en við finnst hún gera of mikið. Hún er með fatamerki og filter. Já, hún er ofurkona. Fekk illt í hjartað fyrir hana en fannst áhugavert að heyra söguna. Love, crying, með love-hate relationship. Hún er svo geggjuð, kemur alltaf dýran eins og hún er klædd og kona. Já, ég elska hvað hún er líka bara confident bara í sjálfu sér. Já, það er ekkert eitthvað of uppstrílað eða uppmála kannski, þú veist, heimileganar kannski, vissulega Drottel fucking gorgeous alltaf top tier en veist, hún alltaf vera bara svona
Ég sammálaður og þess vegna komið svo óvart, hún var eitthvað svona, já, ég get verið svo specific á Instagram-myndu, ég var svo, vá, það kemur smá óvart, með við bara hvernig hún Já. en elska bara, she has a vision, skilur, she follows the vision, elska það í bot, en komur alveg óvart, en já, það sem ég dyrka við þess að hún bara, þú veist, hún bara in her sweats, og svo getur hún bara mega babe næstu mínútu, sem gera hann svo relatable, að við erum allar stundum bara in her sweats with the hair bun, bara þú veist og ég horfi mitt ógeðslega mikið á vloggin hennar og þá hún svo ég held að það líka gert hana svona miklu stærri en alla aðra áhrifalda í Bretlandi hún getur verið svo relatable, þú veist, án þess að vera þú veist, ég relator alltaf ekki eiga bara eitthvað fucking mansion og vera stundum með, þú veist, nannies og eitthvað þannig, leita ekki til það en hún getur bara svona bara verið alveg ómáluð og bara hafi verið styrstu hafi verið styrstu og verið sem bara ég nenni ekki að þrífa mér hárið og slefti og svo það bara, oi, hvað fytugt og svo bara, já bara mjög oft we're all been there en svo svona megaskvísur sem bara they wouldn't say that out loud nei, þetta ekki eitthvað hræðilegt lindamál. Nei, alls ekki. Ég var að tala þú veist, bara svona, þetta eru litlu hlutinir. Já. Þú veist, þegar hún var að tala skilu, þú veist, ég veit að mjög margir horfðu á hana og fylgdust með óléttuferlinu, þú veist. Hún var líka mjög real í því. Var bara, veist, mér fannst það bara umöðlegt fyrstu vikuna. Margt sem aðrir svona segja bara ekki. Einmitt. Það með eitthvað filter á sér. Já. Svo sad, sorglegt, love, get ekki betur part 2. Það er eitthvað hérna nótskjall. Molly orðin meira heiðaleg núna þegar hún Lofaland sambandið með Tommy og svo lítið skinka maður horfður tilbaka og ok, ég skil ekki alveg hvað stendur hérna maður heldur að lífið hennar og er fullkomið Instagram líf og couple goals en það ekki já, ég veit love her vildi meira tea mér finnst alveg, ég þarf ekki að vita meira eða þú veist, sannlega opna sig við mér finnst ég bara að vita nóg já, alkoholismin er alveg eitthvað mjög stórt til þess að opna sig yfir og við þurfum ekki að vita þetta details á vandamálunum sem komu nei, mér finnst það bara huge ég alveg og mér finnst bara að því við vitum öll að alkoholismi er hérna, mjög stór sjúkdómur og affektar bara mjög marga fjölskyldur í öllum heiminum og það er mjög stórt að svona ungt fólk og svona stórir áhrifaldar bara segja þetta, skilur þú veist, mér finnst það bara líka hann sem íþróttamaður og okkar, skilur líka það, þetta er alveg huge og mér finnst það bara ógeðslega vel gert en svo eins og margir að segja hérna, bara ég held að sé að fela sig að baki drikkina til þess að réttlæta eitthvað mér finnst, já, ég veit það ekki ég veit það ekki já, þú veist, ég skil pointið líka með það, sko en ég, þú veist, hérna og það getur vel verið auðveldra að fyrir svo baka cheating, sko heldur en inni að bara viðurkenna cheating heldur en alkoholisma ég held það já, ég held það það er eitthvað svona mistök, skilur en hittir eitthvað svona heitir vandamál, já, sko og verður vandamál restina af lífinu já. Og verður trigger og verður þetta og verður hitt og þú veist, núna mun fólk horfa áfengi í kringum þau tvö og allt annan hátt eins og segir bara, ef það sest í Tommy Fury núna á klúbb, þá eru við bara, hann er fallinn þú veist, þetta er allt önnur umræða einmitt, sammála part 1 PR-stönd 100p, þau voru aldrei alveg hægt saman part 2, hann fór til þess að vinna í sjálfur sér fyrir hana já, þú veist, ég vona það já ok mér finnst mjög asnalegt að Tommy er að útskýra af hverju May hættu saman degi fyrir að þeir komu já, frá reyna að koma allir í eitt texta já, asnalegt að hann sé að útskýra þetta deginum áður en þættinu komu en þú veist, já, augljóslega því að hann vildi segja frá sjálfur já, mér persónulega fannst það sniðugt en ég skil það líka alveg, fólk fannst það var alveg strategic já, alveg strategic og fólk fannst þau að vera svona stealing her thunder með þetta en þetta er hans að segja einmitt, algjörlega það er líka bara spurning, þú veist, hún hefur þurft að fá leyfi eða kannski ekki frá honum að tala þetta í þáttunum það var augljóslega alveg nokkur samtöl sem að hann hefur ekki leyft hana sem var alveg svona, þegar hún svaraði þá var bara bípað hann út já, og hún bara mjútað hún var sín pyrruð, skilur þannig að jú, kannski
þurfti hann að fá, nei, hún má kannski segja þetta alveg líka henni að segja, já. En en maður skilur líka á einhverjum vettvangi að hún hafi ekki sagt að því fólk er okkur ekki löngu búin að koma út og segja þetta, okkur er ekki löngu búin að segja þetta sé drykkjuvandamál en ekki þetta sé framhjöld businesslega sé auðvitað þurfti hún haldi eitthvað fyrir þess að þetta þú veist er þess að business skilur það er bara stórt að viðkenna þetta og bara mjög stórt sko og þú veist hún hafði ekki kannski, þú veist, hún mátti ekki segja það. Hann var kannski tilbúinn, skilur. Hann var ekki kannski bara búin að viðurkenna sjálfur. Nei. Fyrir sjálfum sér. Og líka bara einmitt nákvæmlega, þú veist, þegar þau hætta saman, þá er hann ekki búin að viðurkenna þessi vandamál. Nei. Þú veist, þannig að það er líka ógeðslega stórt. Já. Hann hélt áfram að drekka. Hún getur verið bara, especially this way, að hann er ekki að viðurkenna vandamál og vill ekki vinna í sér, skilur. Já. Það getur verið that way, skilur, sem að maður veit ekki. Og bara búin að grátbiðja eitthvað að vinna sér og hann gera það ekki fyrir þig, þú veist, þá bara svona, ég held aldrei... Og fyrir dóttiðina, skilur. Já, og fyrir dóttiðina og þú bara, ég held ég myndi aldrei enda sambandi okkar... Út af þessu, skilur. Já, því þú vill bara ekki vinna þér og þú ert bara að djamma og þú varst aldrei að djamma, skilur. Og svo taka það fram með mig og dóttiðina, skilur. En, þú veist, já, maður er bara spenntur að sjá næsta helming. Já, hvað kemur? Já, hvað kemur og... Þetta er náttúrulega part 1. Já. Kemur meira í vor já. Ég alveg rugglaðist haust og vor sko já. En það er í vor, já, spring 2005 It's 25 guys Þannig að maður er mjög spenntur að sjá þú veist, og þá allan kemur hún aðeins inn á New Year's Eve kossin en eins og segi, maður skilur alveg að eitthvað þurft hún að halda aftur að sér fyrir til þess að hafa sig af í þessari serju ég er bara ógeðslega spennt já. Og kannski eitt annað sem við fyrir minna sem tengist ekki þeim er bara það var líka ógeðslega áhugavert að sjá eins og með skandalið með Maybe með blazerinn og þannig hvað hún þurfti bara að standa sem eigin fótum bara víst gefi út statement það var bara, ég var ánægð að sjá hana já, af því hún er bara svo mikið áhrifavaldur líka veist, hún er svo mikið með community hún er ekki bara fyrirtækjaeigandi, hún er líka bara hún já þannig að auðvitað er hún bara svona, ég þarf að segja eitthvað, skilur við. Ég er að tala við fólki mitt. Fólk er að búast við því. Já. Það er annað þegar það er ekkert andlit, það er ekki til að kenna en þarna er bara svo mikið hægt að kenna henni allt, skilur. Já, akkurat. Þannig að ég skil hana mjög vel og mjög flott hjá henni hvernig hún er að tækla þetta, en hún tekur svo alltaf mjög persónulega greið. Hún gerir það og þú veist, og maður skilur það líka af því að einmitt þetta er bara hennar andlit, þetta er bara hennar, skilur hún getur ekki fallið svo bakvið að hún sé creative director og PLT, þetta er bara hún já, veist, þetta er bara hún ef eitthvað kemur upp á þá er það hennar já, it's her name, þannig að maður skilur það alveg að það er erfitt þú veist, já, það er erfitt einhvern veginn það er svo bestís, skilur, við eigum bara bestís og maður væri alveg bara geða sorglegt það var geða sorglegt ef fólk væri bara sett út á bestís já, ræðilegt skilja því maður bara svona, þetta er okkar it's our baby, já, þú veist ekki eins en þið skiljið dæmið þannig en ef þið eru ekki búin að sjá þess að þætti en samt búin að hlusta á þennan þá bara, vel gert en fá ykkur pop og Coke Zero eða Coke Zero eða Mellet Coke, whatever floats your boat og horfið já, og takk eftir að Coke Zero hjá þeim er í feitum dósum já, við vorum með bara hvað er þið enda með feitu dósir við erum með skinny dósina og þeir eru enda með hennar litlu feitu já, svo fyndið að sjá þessar dósir já, þú ert að fara frá Diet Coke smá ég veit, það er svo spennt þú ætlar að koma heim fyrir mig já, takk það verður örugglega eitthvað en ég skal reyna við höldum áfram, það er markmið Tepósins 2025 að ná þessu til fokkin Ísland sko. við verðum allavega 1 drop já, þannig að Coca-Cola European Partners að hlusta sem þú ættir að gera við höldum við erum að gera já, við erum í alvörunni að spurja hvort þið get ekki og það er verið að skoða reglugerðunar að því að we need this allavega 1 drop sem við getum öll fengið okkur Diet Coke saman og svo bara halda áfram lífið ég bara please bara for summer, for the Caesar salad in the summer sko. We need it, bara í vor geðveikt og bara fresh cakes og, en og bara minnum líka á góðlegu já alltaf gott að vera með bíl á rekstrarlegu vetrarlegu mjög þægilegt stutt í sumari allt í einu það er ennþá janúar þannig að þið getur ennþá fengið á vetrarlegu já og á geðgóð díl þannig að við mælum með því annars bara er ótrúlega skemmtileg tíma framöndan já það styttist í febrúar og það styttist í að spennandi hlutir framöndan
mögulega kannski hjá einhverjum bleikum ís sem inn á borðinu. Já, fjölskyldan að stækka. Kannski. Hver veit? Who knows? Kemur ljós. Það kemur alltaf ljós. Ef þið enda að hlusta, kommentið á ís-emoji og nýjasta ríla okkar. Já, gerið það. Do it, guys! But we love you, besties! Sjáumst í næstu viku.